Komið sæl, sjáum hér stöðuna hádegisleiti í dag. Það þessi mikla hæð hér yfir Grænlandi og þessi lægð hér suður í hafi sem að stjórna veðrinu hjá okkur. Lægðin svona færð okkur svolítið svona úrkomu til að byrja með, en síðan svona dró nú úrkomunni stytt upp víða til að leið á daginn eftir því sem að þetta drag svona sem var yfir landinu í nótt fór yfir. Það verður svo endanum úrkomu lítið á morgun og svona vindáttin svona færist svona í norðaustlæga átt smá saman og verður nokkuð stíf á næstunni. Það má segja að þessi stað svona læsir svolítið, þannig að verður ekki mikil breytileiki næstu daga. Sjáum á hitasvæðinu, það kalt loft, sérstaklega norðaustan til landinu og verður það eitthvað áfram, þannig að úrkoman sem fjall þar var yfirleitt svona rigning kannski við ströndina og sem starf láglendi, en síðan svona fljótt fór í slittu eða snjókomu svona inn til landsins og til fjalla, svona slíra hér vestan til á landinu. Skoðum svona þróunin í kvöld og nótt, það ekki mikla sviftingar, en við sjáum að það komið sterkur vindur hér norðaustan strengur hér við suðaustu ströndina, þannig að það má alveg reikna með svona að það sleiki ströndina og verði hvassviðrið þar og svona í Örafum. En annars það nokkuð ákveðin vindur, sérstaklega norðvestan til, strekkingsvindur, jafnvel allhvass, en sjáum að það nokkuð bjart sunnan og vestan til og landinu. Í fyrramálið svona frekar skýjað hér norðaustan til en úrkoma lítið, en svona gæti nú brotna ský í hullan og sjáum á Akureyri nokkuð bjart þar og einnig hér á Höfn í Hornafirði. En ef við höldum svo áfram að þá svona einhver smá úrkoma í þessu svona til fjalla, en annars þetta nú alveg þurft að kalla hér og svo afgerði bjartviðri hér sunnan og vestan til landinu allan daginn og morgun. Hitinn hann gæti farið í svona 2 stafa tölu svona sunnan og vestanlands eða suðvestanlands á morgun, það sem best lætur eins og gerði í dag á nokkur stöðum hér suðvestanlands, en svalt víða hér norðan til. Fyrir að líður á annað kvöld að þá kannski dregur aðeins úr vindstrengnum hér við suðaustu ströndina, en ekki mikil breyting annars staðar. Síðan á laugardaginn að þá sjáum við svona dregur en frekar úr vindstyrknum almennt séð, áfram norðaustlæga átt og svipað på teiningnum, áfram svolítið skýjað að mestu hér á Austurlandi, en helst nokkuð hreint yfir hér Eyjafjörðinn og bjart þar og fínasta veður þó svalt sé, en afgerandi bjart næstu daga hér sunnan og vestan til landinu, en hitinn hann kemst nú ekki almennilega á strika því að þetta svolítið kalt loft sem að kemur með norðanáttinni og þarlandi hitinn að ströggla svolítið svona og gæti nátækjast af að hittatölu svona sumstaðar sunnan til. En við sjáum stöðuna svona heildarmyndina fram á sunnudag, þessi stað bara áfram viðlóðandi, það hæðin sem heldur velli þarna yfir Grænlandi og síðan lægð hér suður í hafi og svona ákveðin norðaustan þetta áfram á sunnudaginn og meinlaust veður, það kannski bætast við einhver él hér á norðausturhorninu, en öðru leyti og svipað veður og svalt. Við höldum svo áfram aðeins að þessi lægð á leiðin til Evrópu og vindáttin verður kannski aðeins norðlægari og það bæti kannski aðeins í úrkomu á norður og norðausturlandi, einhver svona él þar á sveimi, en sjáum lágar hittatölur næstu daga. En í Evrópu þá hæð hér ríkjandi við Norðursjó, víða nokkuð bjart og fallegt veður á þeim slóðum, en svona skúrir og strekking suðvestanátt á Írlandi og Skotlandi, síðan óstöðugt loft hér yfir Ítalíu og hluta Balkanskaganum og orðið frekar svalt og sérstaklega hér einmitt í Mið-Evrópu, en ágætis veður í Bríuskaga. Og svo að lokum hér í Bandaríkjunum þá nú ekki mikið að vera, svona hæðríkjandi og víða svona skaplegt veður, en það kannski aðalega við Mexíkóflóa sem eitthvað að grassera. En látum þetta gott heita, verið sæl.